besta leiðin til að takast á við vandamál morgundagsins að reyna að skilja vandamál dagsins í dag með grundvallarþekkingu. Ég held að það sé mikilvægt að átta sig á því að háskólasamfélagið hefur verið að undirbyggja þekkingu sem við erum að nýta akkurat í dag til þess að mæta þessum heimsmarkmiðum til 2030. Við þurfum að horfa á þætti í okkar heilbrigðiskerfi sem að markmiðin snerta. Það eru til dæmis markmið sem snúa að geðheilbrigði. Það eru markmið sem snúa að sjálfsvígum. Við höfum svolítið einbeitt okkur að því að skilja áhrif reykinga, mataræðis á heilsufar en geðheilbrigðið og áföllin hafa svolítið setið eftir. Það eru ýmiss konar markmið sem snúa að jöfnuði í heilbrigðiskerfinu, jöfnu aðgengi. Og það eru hlutir sem við getum gert sem samfélag eins og það að auka aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu. Þetta eru þættir sem Íslendingar þurfum að líta sérstaklega á. Ef við hugsum þetta frá hnattrænum level, þá þurfum Íslendingar að leggja okkur á mörkum líka. Þarna erum við að tala um vandamál eins og ungbarnadauða. Vísindi síðustu ára og áratuga hafa tekið fram þekkingu næringu og hvað best fyrir mannin, hvað hagkvæmast fyrir mannin að borða. Og það áhugavert að þessi matseðill líka bestur fyrir umhverfið. Og að lokum þarf háskólasamfélagið að muna það að við erum að skapa þekkingu til langrar framtíðar. Árangurinn sést oft áratugum síðar. Þess vegna eru vísindin oft fókuseruð á áratugi fram á við. Þetta myndi pólitíkus aldrei segja, vegna þess að hann vill vera kosinn næst. Þannig að hann vill alltaf fá árangurinn innan 4 ára.